Heimir, 2-0 tap hérna í Ólafsdalnum í kvöld. Svona, hvernig sá þessi frammistaða við þér? Já, við byrjuðum leikinn ágætlega en eins og oft í sumar að þá réttum við leikinn svolítið upp í hendurnar á Fram, gáum boltann á slæmum stað og Framarnir eru góðir í að skipta úr vörn í sókn þegar lið gera mistök og fengum okkur mark og eftir það var bara eitt lið á vellinum í fyrri hálfleik og það var Fram. Varnarlega vorum við allt og langt frá mönnunum, töpuðum öllum 50-50 einvígum, öllum 1-1 einvígum og slaka sendingar og engin hreyfing og menn vilja ekki fá boltann og þannig að við vorum heppnir að sleppa með 1-0 inn í hálfleikinn og við vorum þó betri í seinni hálfleik og sýndum svona smá spirit og áttum góða möguleika en þeir náttúrulega fengu aukaspyrnu og Matthías varði og við náttúrulega fylgjum ekki eftir og 2-0 en við sýndum þó karakter og héldum áfram en ég held að þetta hafi verið á endanum hafi þetta verið sanngjarnt. 0 mörk skoru í seinustu 2 leikjum, svona, er þetta áhyggjuefni? Já, ég meina alltaf áhyggjuefni að við skorum ekki en aðal áhyggjuefni er það að við erum búin að spila 7 útileiki og 6 af þeim að gera eitthvað sig. Við erum búin að tapa þeim öllum og ég held örugglega öllum bara tiltölulega sannfærandi og þá fyrir þetta að verða svona eins og umræðan var 2022 þar sem að FH-liðið gat ekki spila á gervigrasi af því að við erum á grasi og ég meina við þurfum að breyta þessu strax og það þýðir ekki að vera að hugsa að þegar við komum þá er bara, þú veist, eins og við getum ekki spilað almennilega fótbolta. Er eitthvað jákvætt sem við getum tekið út úr svona leik? Já, ég meina við sýndum karakter í seinni hálfleik og reyndum og héldum áfram og ég meina hann átti náttúrulega 3 heimsklassa markvörslur og svona svipað á í bikarleiknum við spiluðum síðast. Þannig að það var maður leiksins, þannig að við þurfum bara að halda áfram. Já, Vúk Óskar skorar í dag á móti ykkur og var þetta í FH. Sérðu eitthvað sérstaklega eftir honum? Nei, alls ekki. Ég er bara ánægður að Vúk gangi vel. Takk fyrir. Takk.